Hvers vegna hata seljendur keðjur? Vegna þess að keðjur geta tekið marga mánuði, sérstaklega marka eins og þessum. Það ætla að sýna ykkur aðeins bara hvernig eignakeðjur virka. Hérna erum við með fasteignamarkaðinn, hérna erum við alla hagsmunaaðila, þú veist, fasteignasalar, kaupendur, seljendur, bankastarfsfólki og hérna erum við fyrirvarana. Þannig að 15. janúar þá seldum við fasteign, sérbýli og það eru, þú veist, hjón sem búa þarna og 3 börn. 3 börn. Og þau eru að flytja annað og það hérna fasteignasalinn sem seldi eignina og svo koma kaupendur hérna 2 hjón hérna og þau eru með bara 2 börn, þau stækka við sig og þau eftir að selja sína fasteign en þau eru með fyrirvara ástandsskoðun, fyrirvara náttúrulega sölu og þau eru líka með fyrirvara að fá hérna greiðslumat og þá þurfum við náttúrulega veðflutning á fyrstu eigninni og þau eru með lán hjá 2 lífeyrissjóðum og svo þurfa nýju kaupendurnir, þau þurfa að flytja hérna lán frá Íslandsbanka og svo bæta við nýju lán frá Íslandsbanka og svo setur fasteignasalinn þeirra eignin sölu og þetta svona 4 herbergja íbúð, mjög söluleg en við vorum búin að vera með sérbýli í 3 mánuði en við og svo kemur hérna nýr fasteignasalinn að málinu og þau eru með setja henni sölu og hún alveg 4 vikur að seljast. Þannig að þarna erum við bara, hann að skriði seinni partinn í febrúar. Það kemur nýr kaupandi, hann aðili, hann var að skilja og hann á 3 börn og hann að skipta bæjarbíla, hann börnin til að fara í nýjan leikskóla, hann yngsta. Og þau setur náttúrulega inn fyrirvara sölu, hann setur inn fyrirvara ástandsskoðun og hann setur inn fyrirvara nýtt lán. Síðan erum við hérna og vera svona aðeins að vesenast, það kemur 3 herbergja íbúðir inn. Það er bara hjón sem að eiga hana. Þau eru bara með fyrirvara sölu og fjármögnun. Það var svo góð íbúð hjá honum. En þau hérna eiga litla íbúð og þau voru ekki búin að gera neina vinnu. Þau voru ekki búin að fara þau voru ekki búin að fá hérna verðmat á sína en hann Siggi hliðina seldi á 2 dögum fyrir 1,5 ári síðan. Þannig að þau vissu að hún myndi seljast á 0,1. Það sem gerist er að og þetta er ekkert stór keðja, þetta er bara 4 eignir. En það sem gerist er að síðasta íbúðin, hún selst ekki af því að Siggi í fyrsta lagi seldi fyrir 1,5 ári síðan. Hann var búin að endurnýja alla íbúðina og hann var á jarðhæð með palli en þau eru á 4. hæð í lyftilausu húsi. Þannig að það sem gerist, og við erum að tala það, hérna er fullt af fólki búið að vinna í alls konar vinnu og við erum komin fram í sumar, það er búið að sækja leikskóla í Kópavogi af því að þau eru að fara að flytja og hann er ekki að selja, þá gerum við bara svona. Keðjan fallin og við þurfum að byrja bara nýtt. Það er ástæðan fyrir að seljendur ekki sjá keðjur.